Þetta eins og hljómsveit sem ég væri mest til að fara á tónleika með í dag. Hún heitir Muse og nýjasta lagið þeirra Madness. Og það ekkert að þessu lagi. Klukkan orðin rúmlega 4 á þessu miðvikudegi og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Oftast situr hann á móti mér, hann Pétur Jóhann Sigfússon, en hann því miður vant við látin í dag. Hann staddur erlendis út á Flórida, þessi litli krúttbangsi, og verður mættur hér þar næsta miðvikudag. En í hans garð hefur ákveðið að hlaupa Hjörvar Hafliðason og ætlaði að vera með mér hérna í dag og verður með mér í dag, nema það að þessi stóri bangsi, hann að flytja frá mömmu og pappa, stór dagur í hans lífi og í miðjum flutningum, sagðist ætla að vera mættur klukkan 3, en nú klukkan orðin rúmlega 4 og hann ekki mættur, þetta litla tröll sem að taka risastórt skref í sínu lífi. Þannig ég að spá að ringja bara hérna í hann og sjá hvort að hann svari bara ekki. Tekum hann hérna. Sjá hvort það sé langt í hann. Þetta náttúrulega stór skref fyrir þennan fertuga mann. Blessaður. Nei, sælunur. Hvað segirðu? Ég bara hérna á ljósunum. Áttu ekki að sitja beint á móti minn og þú bara svo ég látið vita að svo missir ekkert út þú ert í beint útsendingu hérna í FM 95 Blöð. Já, blessaður. Heyrðu, hvað ætlum að gera í dag? Herru, við erum með þéttan og skemmtilegan þátt sem fyrr. Við erum með sturlaða staðreyndir, við förum í hlusta á hljóðið. Svo flottulega keppnina á sínum stað. Rúnar í Breiðholtinu, ég ætla að heyra í honum, það vist allt að gerast þar. Ég var að láta Wang, frændans, Dong, ringi eitthvað. Hæ? Það heitir kynveri sem ringist um. Já, hann Tong. Já. Wang, litli frændans, viltu taka hann? Ég alveg til í eitthvað svoleiðis. Já. Já, þannig að það þéttur og skemmtileg þátt. Ég var einmitt að segja hlustendum Hjörvar að þetta stór dagur í þínu lífi út að flytja frá mömmu og pappa. Góður. Þú sagt það Blöndal minna, ég flutti hans í ungur út. Já, en fór svo aftur heim. En ég fara tímabundið, já. En farin núna. Farin? Og þakka kærlega fyrir mig, en þetta ég ráðleiki engum að gera þetta. Að fara aftur heim til foreldra sinna? Ég bara, þú veist, þó það sé bara tímabundið í 3 mánuði, leigðu frekar á 700 skall 20 fermetra, núna það þannig, ef einhver gæi flippar í bíó og skítur alla, þá ég tekkaði alltaf á því hvort hann sé komin yfir 25 ára og kannski býr heima á mömmu og pappa, þá segir mér, ég skil hann. Já, ok. Þannig að þú verður bara, ég get bara ekki lýst yfir hvað sem ég gleði dagur þetta er. Já, það hefur ekkert með foreldra en að gera, bara að fá að vera einn. Það er ekkert með þá að gera, það náttúrulega þægilegur og hægt en þú heyrir það bara strax á mig hvað er í helmingi betra skapi, Já, þú ert ekkert smá lífsglaður. Já, lífið leikur við mig núna, gott veður í Kópavoginum. Já, það er allt annað heyri ég, en hvað er langt í að þú verið mættur hérna í stúdíói? Ég bara, þetta var eitt lag og gallið verður labbar inn. Já, ég get ekki slúðrið einn, það er nokkuð ljós. Ég komin fyrir slúðri, ég hérna fyrir utan skaftaliðina. Glæsilegt, þá sé ég þetta smá. Já, blessaði. Bless, sagði Hjörvar Hafliðason sem hefur ákveðið að flytja út frá foreldrum sínum þennan drottins dýrðardaginn. Miðvikudagurinn 19. september 2012 verður alltaf stór dagur í lífi Hjörpa þegar hann ákvað að become a man og flytja út. En það komin tími til, ég ætlum ekki að skjóta meira hann, ég nenni ekki að hafa hann pyrraðan hérna, hann var svo lífsglæður, en eins og kom fram hérna hjá okkur aðna, þá erum við þéttan og skemmtilegan þáttu, við ætlum meira að fara í eftirhermukeppni sem getur orðið viðbjóður, en við munum reyna það. Skulum fá hér of Monsters and Men og svo ætti nú Hjöppin að vera mættur hérna í stúdíói. Hafliðason laug engu hér áðan, hann var greinilega rétt og mættu því að hann komin hérna í stúdíóðu, verður velkomin. Þú veist nú hvaða krakka þetta eru, eða ekki? Þetta eru krakkarnir úr Monsters and Men. Það rétt þér, þetta einmitt krakkarnir of Monsters and Men og þau eru að gera frábæra hluti. Já, þau eru að gera flotta hluti. Er ekki eitt annað sem heitir Raggi á gítarnum? Já, ég held Ég held ekki þekki hann. Já, það vil líka fyndið, það er alveg sama hvað útvarpsstöð hlustar á. Þegar þau, veist, bara út að hlusta á Bylgjuna eða eitthvað og maður að keyra heim eða eitthvað.
Það alltaf sagt, já, þetta eru krakkarnir í Of Monsters and Men og þau eru að gera frábæra hluti. Ég held að það sé ekki sem krakkar, ég held að hann sé fæddur 88. Já, 24 ára. Kottnungur. Já, það er samt ekki krakkar, sko. Já, mér finnst ég ungur og hann 8 árum yngri en ég. Þú ert ekki ungur, sko. Þú ert á villigötu, þú ert 32 ára gamall fullorðinn maður, sko. Ég er ekki gamall. Þú manst þetta pappa henni 32 ára, sko. Já, það var í Bandaríkjunum í Tulsa. Og þegar ég heyri það, þá hræðir það mig. Því að hann var með mig, Mæju og Dæju. Við vorum öll saman þarna og hann var aðeins ábyrgðarfyllir en ég viðurkenni það. Hann var að gera eitthvað hluti í lífinu. Já, ég er nú alveg að gera eitthvað. Sittum hérna á FM, strákandi. Mætir hérna 4 og vinnur til 6. Herðu, það þurftu einhver að mæta þetta undan að undirbúa þennan hátt meðan að sumir voru að flytja út frá foreldri sínum. Vá, hvað er sveittur maður. Já, sveitaletta kallinu núna. Já, maður er búinn að vera að halda á sófasettum og rúmum og... Var þetta mikið að dóti sem þú ert að flytja? Þetta er nefnilega maður áhellingur af dóti, sko. Ég vissi ekki eftir svo mikið af dóti og svona... En fórstu með allan pakkaðan heim til foreldri þennan? Nei, ég þurfti náttúrulega geimumstæðar þetta dót. Já. Þú veist, þau eru með eitthvað bílskur sem ég stútfyllti. Já. Þannig að kallinn er búinn að henda öllu dóti út og... Og allt á leiðinu, en þú ert ekki búinn eða? Nei, ég er ekki búinn með, wow. Nei. Nó eftir þetta er sennilega leiðilegsta sem maður gerir, það er að flytja. Já, samt er þetta svolítið gaman, sko. Já, gaman þegar allt er komið á sinn stað. Jó, og svo er maður að taka saman og finnur maður eitthvað gamalt shit sem maður ekki séð lengi. Já. Veistu hvað við? Eins og Chuck Norris-safnið og eitthvað svona. Já, og einhverja myndir sem maður ekki séð lengi. Þú veist, þá tekur maður að train down memory lane. Já, það er reyndar. Ég gerir það stundum. Ég er með svona geymslu heima og ég á það til að fara down memory lane. Áttu þá, heyrur þá lagið Ég á gamlar myndir. Nei, reyndar ekki. Geimi meira að segja nokkur. Þetta lag var eins og þér í flottulegakeppninni. Sem ég ætla að vona að við gerum það mikið að gera hér í að flutningum og glemt að velja lag. Ég er með lag í flottulegakeppninni, ég gleymi því nú aldrei. Nei, ég er með rosalegt lag þar líka en við komum betur inn á það hér á eftir því að það er komið að slúðupakkanum hér í FM 95 Blö. Og já, ég viðurkenni það, kæru hlustendur, að hann hefur alveg verið þéttari hjá mér pakkinn. En ég ætla að byrja á leikonunni Sofía Vergara. Veistu hvað það er, Hibbi? Já, er ekki, þetta Modern Family? Jó, það er hún kólumbíska leikonan sem að leikur mitt í Modern Family. Barmstór. Já, barmgóða. Og já, hún sagði nú í viðtölundaginn að hún hefði farið langt á barminum en hefði aldrei komið svona langt ef það væri einungis fyrir hann. Enda hæfileikar í leikona, skemmtileg í þessu þáttum, en hún var að tapa sér í LA núna daginn, beint fyrir utan skemmtistað sem heitir The Parlor Hollywood. Þetta er svona einhver sportpub, þar ætlaði hún að fara að hitta vini sína og horfa á NFL. Okay. Og það var allir konið en þetta er vist eitthvað gríðarlega vinsæll staður og það var röð langt út af staðnum. Og dyravörður hleypti henni ekki inn og þá tók hún eins og stendur hérna The Classic Celebrity Card yelling Do you know who I am? Eða veistu hver ég er? Og það var ekki nóg því að dyravörðurinn sagðist alveg vita hver hún væri en ætlaði ekki að hleypa henni inn þar sem að staðurinn væri pakkaður og þetta væri eitthvað tengt ef að myndi nú kvikna í hana. Og ekki skána á þá því að þá hringdi hún í vin sinn sem var hann inni, hann kom út og bilaðist líka sem endaði með því að þau rökuði í burtu og hún hélt áfram að rakka niður staðinn á Twitter síðu sinni og sagði að þetta væri skítastaður og versti sportsbar í LA og ætlaði aldrei að fara á hann aftur. Ánægð með hana. Já, hún lét aðeins heyri í sér. Hún er greinlega svona nett frekki eins og hún er í þáttunum. Já, hún er bara að leika sjálf sig í þáttunum. Já, en hvað? Ég hef reyndað að sé eitt þátt þannig að ég kannski ræði ekki alveg við að kommenta á hana, sko. Já, hefur bara séð þátt á Modern Family. Já. Þetta eru frábæra þættir. Ok. Ég er virkilega gaman. Og jólaþáttur sem ég svo. Já, ég heldur jólinn saman bara þó að væri ekki jól. Man eftir því, ég er búin að sjá þetta eins og oft. Ég er svona þáttafíkill. Svo er næsta slúður, það er af Giuliana og Bill Rancic. Veistu hver þau eru, Hjórar? Já, hún var að venja í, hann tók þátt í Apprentice. Ég er ánægð með þig, Hjörvar. Hell yeah. Þetta er hárrétt, Bill Rancic vann fyrsta Apprentice-seríuna hjá Donald Trump og hefur unnið fyrir hann síðan og er að gera góða hluti. Og Giuliana, hún er einmitt að vinna ennþá á E-Channel. Já, ég með einu sem var E-Channel á hjá mér. Jafn mikið og Manchester United Channel er heima á mig núna, sko. Já, þetta var 10 tíma á daginn. Ég hef alveg dott í þetta líka, sko. Já, sko, það var ekki mér að kenna, sko. Ég var náttúrulega þá þá var... Já, það var mér að kenna hjá mér. Ok. Þetta var bara á. Ef ég set hann á, þá sogast inn í þetta. Alltaf bara að sína frá einhverju liði on the red carpet og eitthvað 100 flottustu líkamann kallmenn og hvern og ég er alltaf svona... Það eru þreytt maður. Já, ég er alltaf svo forvitinn. Hver ætli sé í fyrsta? Þannig ég festist yfir þessu. Celebrity Hot bodies. En talandi þetta par, þá eru þau með sinn eigin raunveruleika þátt þarna á E-Channel mitt og þau eru búin að vera að reyna að eignast barnhellingi en hafa ekki getað þá. En nú fengu þau konu til þess að ganga með barn fyrir þau
og þau ætla að sýna núna í beinni útsendingu, eða í þættu, ekki beinni útsendingu, en í þættunum þegar að konan eignast barnið fyrir þau. Hvað er að gerast þarna? Þetta enn eitt svona e-channel horfbjórinn, eins og ég kalla þetta. Já, þetta nú eitthvað, finnst mér. Já, hún aðna... Nú ætla ég bara, ég veit að nú einhverju konur sem stöðsinn. Það sem maður kallar staðgöngumóður, eða ekki? Já, það held ég. Af hverju þetta spyrja mig? Ég held það samt að vera og ég bara þorði ekki að segja það. Já, ég held það. Já, það þannig. Við erum ekki svona vitlausir. Og það sko, ég var að segja frá því slúðurinn núna held ég á mánudaginn að Kourtney Kardashian. En hvernig er það þá? Nú ætla ég bara að spyrja. Er það þá hristir kallinn í glas og staðgöngumóðurinn? Hjörar, við erum í slúðri hérna, við erum ekki að kenna fólki. Nei, þú átt að þekkja þetta, þú er eitthvað pælt í þessu. Þú ert búin að vera thinking about adapting, veit ég. Af því að þegar ég kem að þú ert einn heima þá er þetta alltaf adapting. Nei, ég er í hundahuglegum þess að dag, ég er ekki í adapting. Æ, ég ætlar að fara í elsta triksi í bókinu og fara að mynda alltaf heima með einhvern hund. Þú sér, alltaf. Þegar ég verið þunnur á sunnundum, þá myndi ég sjá nýja prófæl minn, þá var ég og Kurt saman, ég og hundurinn minn svona, einn krútlega á okkur, tekin á tölvunni. Já, svona 800 like. Já, þessi er góða eitthvað saman. Nei, ég ætla ekki að gera einhverju barnið það frætlega. En, allavega þá ætla þau að sína frá þessu. Ég ætlaði bara að ræða þetta hans við það því að þau ætla líka að gera þetta í Kardashian fjölskyldin að sína frá þegar hún er að fæða. Þetta bara nýjasta í sjónvarpið, að sína þegar fólk er eignast börn og... Veistu hvað, þegar ég verið svona 7-8 ára, þá var Stöð 2 með held ég bein útsendingu eða eitthvað frá því að kona var að fæða í vatni. Það er kannski ekki bein útsendingu, það var sýnt. Já, ég man eftir þessu. Fyrsta íslenska fæðingin í vatni. Já. Þá bara fekk maður bara að heyra bara alltaf og allt sem var að gerast bara. Já. Þetta ég minna auðvitað, það er ekkert fallegra en þegar fólk eignast barn, en ég veit ekki með að vera að sína þessu sjónvarpi. Hefur eitthvað vitnað? Ég hef heyrt að ég er búin að frétta það frá fullt af fólki í kringum mig, hættu þessu. Svo ætla ég að enda slúðrið á Lindsay Lohan. Ég veit ekki hvað, ég er oft búin að segja eitthvað skýta slúður á henni en ekki skánar það. Hún var að keyra á og stinga af í New York. Það fyrir utan eitthvað skemmtist að reyndra á miðjum degi, þetta var klukkan 2 að degi til, gefinu það án, hún kannski ekki verið í glasi greið. Og hún keyrði á einhvern mann og stakk af. Þeir segja að þetta sé að minor, en þar sem að hún er á probation og þá geti þetta orðið vesen. Hefur þú aldrei keyrt eitthvað á og keyrt svo bara í burtu? Stungið af? Nei, ekki þegar ég keyri á mannesku. Ég hef bara aldrei keyrt á mannesku. Ég hef keyrt að bruna hana og keyrt frá hér og svo bara Já, ég skil það, en ef þú keyrir á bíl, lætur þú ekki vita. Jó, ég myndi alltaf gera það. Já, því að maður er svo illa pirraður að þetta myndi koma fyrir mann sjálfan. Ég myndi ekki hafa það í mér að Nei, svo er alltaf einhver út í glugga sem sá þetta sko, þannig að Já, svona til öryggis. Já, ekki það, ég hugsa út í það. En allavega Lindsay Lohan greið, það er, Hjörvar, nú ert þú svona nettur sálfræðingur í þér. Ef þú myndir hitt hana, þessi stelpa hún er ekki nema 25 ára held ég. Hvað myndir ráðleikinni? Hún er 26 ára. Ég myndir ráðleikinni að slaka þess á. Já, er það ekki? Hún virðist bara ekki geta það greið. Nei, herriðan, það er eitt sem ég með mitt eigið slúður núna. Já, hit mig. Rihanna, hún þarf að fara að safna áttur hári. Ég er ekki hrifin að þessu stutta hári þetta. Já, skemmtilegt að skulir minnast að það því að hún var að klippa það aftur. Já, mér líst ekki á þetta. Á hverju? Þetta er bara eitthvað, Mér líst að fara nákvæmlega. Svo hef ég greinilega ekki verið að fylgjast nú vel með slúðrunu því að, sér þetta, Frígor er mættur hérna. Hvernig líst þér á þetta? Ekki gott. Hann er hrifin að þessu. Ég vissi ekki að Mila Kunis og Ashton Kutcher væri hvar. Hlustar aldrei á þáttinn þegar þú varst ekki hérna? Jú. Ég er búin að segja svona 10 sinnum frá því og sagði bara síðast frá því í gær að þau voru að kissast í Central Park, sko. Já, þetta er bara að fara fram hjá mér. Já, ég og Sólu Hólm vorum ekki ánægði með Aston vinn okkar þar því að Demi Moore er mjög tæp þess að dagann og það er ekkert að fara að sjá myndir á honum vera að kissa Milu Kunis í einhverjum garði. Það er drullu lélegt af félagi mínum Ashton Kutcher. Já, við vorum sammála það og gott en þetta er ekki meina íslenskt slúður? Íslenskt slúður, Hjörvar Hafliðason hefur ákveðið að flytja frá foreldri sínum 32 ára gamall. Reyndar er ég ekki 32 ára gamall. Það styttist í það. En það er eina íslenska slúður sem ég á. Átt þú eitthvað? Nei, ekki með neitt. Nú er búin að gera mömminu nokkuð fræga hérna í þættinum með að ringja svolítið í hana. Er hún ekkert að koma með að man? Beautiful girl. Tekum á því bara við sveppið við tækifæri. Þetta er B.O.B. Nothing on You. B.O.B. með Nothing on You. Og Hjörvar með ykkur til 6 í dag þar sem að Pétur Jóhann er ennþá staður í Bandaríkjunum. Þá er svona, og sveppurinn, þannig að það er svona smá verið að mixa og flytja á milli dag. En það ert þú ekki í Pepsi-mörgunum morgun? Jú, ég þarf að fara á Selfoss. Ég er að fara á Selfoss á morgun. Já, það er fallbarátta þar. Við hverju er Selfossingar að spila? Er að spila Keflavík. Ok, það er ekki eina spennan sem er í dag. Hver er hérna? Nei, það er Evrópukeppnin sko. Já.
Það er svo líka alltaf bara drullu gaman að koma á Selfoss, sko. Já, það er toppar. Hvað gerir þú þegar þú verður á Selfoss? Ég fer og kikki Láengi þar sem ég bjó. Ég náttúrulega bjó á Selfossi. Já. Bjóstu það? Hvar hefur þið? Ég bjó þar í 1 ár. Bjó í Láengi 5. Þú verður ventar alltaf á pulsustæðin þegar maður keyrir inn pulsuvagnin, kemur við brúna, já. Ég fer alltaf á Café Krús. Já, Café Krús er þetta með stórkostlega mat líka. Selfoss er eðalbær. Þeir fengið einhvern smakkastippil eitthvað. Já. En það var náttúrulega bara því að í kringum aldamótin þá voru allir svona með mikið af strípum. Já. Það voru menn að menn voru í Buffalo skóm. Það var ekki hægt að neita fyrir þetta. Þetta var ekki bara Selfoss, sko. Nei, en þeir fengu svona, var það ekki bara því að skítamorall kom frá Selfossi? Jó. Fengu þeir svona smá skím og eitthvað stimpil á sig? Jó, en þú veist, þetta er bara snirtir þetta fólk hana. Já, bara æðislegu bær. Mér finnst þetta hrikalega gaman að koma á hana. Er þetta þinn svona uppbólsbær fyrir utan hana? Sauðárkrók? Nei, þeir eru nokkrir. Mér finnst gaman að koma á Akranes. Mér finnst skemmtilegt fólki þar, mér finnst skemmtilegt fólki í Eyjum. Og Suðurnesin, Keflavík. Þetta er allt Akureyri. Nú, býtu, þú ert svo vill diplóma. Nei, ég er segja allt, sko, bara. Varstu þú vorum Akureyri daginn, þá var ég að tala um hvað mér finnst ógeðslega gaman að koma á Akureyri. Ég er ekkert að ljúga hennu hérna. Þú ert að ljúga. Erfitt að gera upp á milli. En Selfoss er toppbær og enda bjóði þar. Ég hef aldrei búið á Akranesin. Hvar finnst þér leiðilegt fólk? Leiðilegt fólk? Ég vil ekki svara þig. Er það ekki starf? Nei, er það. Við erum ekki Íslendingar svona upp til að hópa bara helviti skemmtilegt. Ég er að spyrja þig, þú ert búin að vera út um allt. Já, mér Svíar leiðilegir. Ég bjó í Svíþjóð. Nískir og asnalegir. Danir og ógeðslega nískir. Já, Danir líka, og sko það er allir að tala um að Danir sé svo líeglega, það er bara kjaftaði. Eru leiðilegir? Já, það er alltaf eitthvað vesen. Og sko í Svíþjóð og Noregi, það sem að fyrir mest í tróðum með það má ekkert. Nei. Ef þú ætlar út að skemmta þér til dæmis, það mátt ekki vera að skemmta þér. Þá færðu ekki að fara inn á staðinn. Það er svolítið mikið þannig, sko. Þú færðu eitthvað aðeins í glas og þetta smá feeling. You have drink too much. You have to come with me. Já, og hvað gerir fólk á skemmtistöðum? Ég var bara að fá mér hérna Einn ískaldan? Einn ískaldan, er ekki lægi það? No, you have to come with me. This is against what we have in this club. En talandi um Eyjafólk og það sem að ég dæmi Eyjamenn náttúrulega, það er alltaf allir hressið þar. Ég fer alltaf um góða þjóðatíð. Og það er eins og að fara í hvítu tjöldin og svona og hitta alla er stórkostlegt. En það er smá skítað í gangi þar núna. Nú? Maggi Gylfa, hættur. Já. Maybe off. Nú ert þú svona sérfræðingur í Pepsi-mörkunum. Þetta ekki skrítin tímasending þar sem þeir eru að berjast um Evrópusæti? Það er ofboðslega eðlilegt þegar maður er með liði í öðru sæti en ég láta fara, sko. Nei, ég er ekki, auðvitað er þetta mjög, þetta er óvænt. Já. Maður er búin að heyra svona af einhverju ónægi en hérna, en það er bara eins og gengur og gerist. Ég var að heyra að þetta væri að því að hann fengi ekki að halda áfram með liðið á næsta ári. Nei, já, það var svona... Hún sagt upp. Já, hann vildi bara hætta staðan fyrir að láta, þú veist, þegar var eitthvað uppsöknar ákvæði eftir tímabilið. Já. Þannig að hann ákvað bara að stíga í burtu þá undan og hann held ég að geti stígið nokkuð sáttur frá borði. Já, í öðru sæti í deildinum. Búin að gríða svona erfitt starf. Já, það er verið vesen í Eyjum. Það er ógeðslega erfitt að vera þjálfari í Eyjum. Þú ert ekki með all liðið á staðnum af því að mikið af strákum er í skóla í bænum og þetta er svona svolítið helmingaskipt. Já. Þannig að ég meina, þú veist, IPVF í öðru sæti, ég meina, það er betra heldur en Heimir Hallgrímsson og nokk tíma með liðið, hann kláraði í 3. sæti en það er svo sem nóg eftir á mótinu ennþá og ekkert að segja að þeir endi í öðru sæti. Nei, þetta voru skrítna fréttir. En hvað er svona þinn uppáhaldsbær á Íslandi fyrir utan höfuðborgarsvæðið? Ég var náttúrulega bara skotin, ég myndi ekki segja Húsavík. Já, þú fer nú samt ekkert mikið þangað. Nei, ég fer nefnilega ekki nógu mikið þangað, sko. Ég er alltaf að mér finnst nú alltaf gaman að koma þangað að fá skitsinn gefa þangað. Já. Skemmtilegu bæ. Við vorum nú þar daginn, veislustjórar. Grjótharði. Það var gaman að því. Það var mjög gaman. Það var skemmtilegt Húsavík. Mér finnst gaman að svona harðhausabæir eins og hérna Ólafsvík. Já. Það eru naglar. Ég er bara ekki komið nógu mikið þangað. Nei, þú veist, það eru allir einhvern veginn glerharðir á Ólafsvík. Það eru allir, sko, þú veist, Landcruiser eða Range Rover eða eitthvað, sko, þú veist. Já, menn eru að lifa góða lífinu þar. Já, þeir eru glerharðir þar. Ég er svona, já. Konir í Pepsi-deildinu líka. Óskar þeim til hamingju með það maður. Það er ótrúlegt. Já, magnaður árangur. Ótrúlegt heldi, en hérna, ég á svona engan algjörun uppbólk bæ. Ég hef búin að vera svo latur við að ferðast. Já, þú sagði mér hérna daginn í 10 hluti sem vissum ekki að þú er alltaf búið í Kópavogi. Já. Skrítið, ég hef ekki, því ég er búin að búa akkurat öfugt hérna með mig. Þú er búin að búa svona 200 stöðum? Nei, ekki 200 stöðum. Ég er búin að búa, við fyrir rættið við þá, ég er búin að búa á Selfossi, Iðufellinu í Breiðholtinu, fyrir þaðan til Bandaríkjanna, Tölsá Glóma, þaðan til Svíþjóð, Finnsbán, Sauðárkrókur. Svo nokkru stöðum í bænum og svona. Já, varstu eitthvað í Skútuvoginum eða eitthvað líka? Já, Gnóðavoginum. Já. Svo varstu í Álkonukvarfinu. Já.
Svo ég búin að fara víða. Enda það, allt þetta rót í þér. Já. Það ákveð flökku eðli í þér. Já. Meðan að ég svona meira svona einhver hotsteinn. Já, veistu hvað? Bjarg sem á byggja á. Veistu hvað fólk spyrir mig oft? Já. Bara, where have you been? Já. Þetta skemmtilegt lag, Rihanna. Okkur í sveitinni finnst nú ágætt að geta verslað á netinu. En við viljum eiga fyrir hlutunum, ólíkt kaffi, húsa, spekingunum í 101 sem safna bara skuldum. Þess vegna notum við fékortið. Nú til dæmis nýja heikvíslinn mín rétt ókomin, alveg skuldlaust. Náðu betri tökum á fjármálunum með Mastercard fékorti, nýja fyrirframgreidda greiðslukortinu. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sæktu fékort á kreditkort.is. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Getur gamall hermaður úr þrælastríðinu sætt stríðandi fylkingar á Mars? John Carter í sjónvarpi Símans. 50% afsláttur af öllu leiðu efni á morgun á mögnuðum miðvikudegi. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla 50 daga. Mættu með Jón Sigurðsson í veskinu og þú færð túle, skot eða einfaldan á 500 kall. Dillon Rockbar. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðiljúf. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Trompaðu daginn, segir hann, þið að hlusta hér á FM 95 blöð og það er komið að dagskrálið sem er á hverjum degi og heitir Sturlaðar staðreyndir. Ég reyna að lesa þær oftast svona í kringum 4:30 og já, það er komið að því. Ertu tilbúin, Hjóra? Já, ég er náttúrulega svolítið spenntur núna, sko. Ég er með þess að lendi í daginn og kíkti ég hér aðeins út á lífið, fór í brúðkaup og þá var ég beðinn að koma með einhverja Sturlaðar staðreyndir. Ok. Sem sagt bara í óspunnum fréttina, þá stóð ég bara úti þar sem fólk var að, ég reiki nú ekki sjálfur en þá var ég veit ekki hvort það var verið að gera grína mér eða ekki en þá var ég beðinn nokkrar Sturlaðar staðreyndir. Og komstu með þér? Ég hendi nokkrar, svona sem ég mundi bara on the top of my head. Ok. Eins og með íspilni og fleira. En ég ætla að segja ykkur núna 10 nýjar og já, Hjörvar er spenntur og vonandi er einhver annar hann úti. Já, spenntur og hann. Og hér kemur fyrsta. Ertu tilbúin? Já. Mér finnst þetta svolítið áhugavert. Já. Pokabuxur urðu vinsælar eftir að fangar voru orðnir vanir að hafa lafandi buxur þegar þeir losnuðu út. Sem sagt að þeir voru í fangilsi, það mátti Ég vissi þetta. Já, ok, það mátti ekki nota belti og þannig hófst þessi tíska. Í the black community þá þótti það mjög töff að vera sko með hangandi buxurnar því að það sýndu að hafa þeir done time. Já, var þetta vissirðu? Já, þetta vissi ég. Þetta er svona í sem sagt, þessum kúltúr. Já, þetta er sturluð staðreynd og... Það voru bara einhverju svona strákar bara hérna á Keflavík að gera þetta sjálfur, sko. Já, þetta var komið út allt. Þetta er búið að minnka aðeins, eða ekki? Jó. Varst þú í þessu mikið? Nei, ég tók ekki þátt í þessari tísku. Ég er léttur hunter, sko. Ég vil hafa bara buxurnar sem þannig bara, sko, ég geti helst bara kremja allt drastlið, sko. Já, þú vilt bara helst hafa beltið við bara gerfurtur. Þú hefur séð bara, þetta er náttúrulega eins og að sé bara tattoo á mig buxurnar. Þú ert mjög vel girtur ungum maður. Já, og hefur alltaf verið. Ég hef alveg tekið þátt í nokkur svona tískum. Ég átti svona svartan jakka með svona appi, svona ykkur linni og eitthvað svona. Já. Ég datt reyndar aldrei í stáltána. Nei. Lítið fyrir það. Ég átti stáltá. Já. Áttu spywalk, áttu svoleiðis úlpu? Nei, ég átti ekki svoleiðis. Okay. En ég var ekki í lavandi buxum og sem betur fyrir svo tíska svona að deyja. En áttu gallabuxum með svona addasröndum á hliðinni?
Nei, Ói, það var ógeð. Það var fullt að liðis. Hvernig gat það orðið vinsælt? Ég var eins og þar í jeansbuxunum þarna lituðu. Ég átti svona ljósgrænar og rauðar og eitthvað. Já, ég tók eitthvað þátt í því líka. Já, betur fyrir. Reyndar eru rauða gallabuxur, menn eru svalir í þeim í dag. Já. En sko málið er að þegar ég var úlingur, þá fór ég bara í gallabuxur þegar ég var að fara á ball. Ég var mikið bara í joggingalla. Egill, hérna Einarsson vinnuðinn, hann átti aldrei gallabuxur. Hann átti bara svona tvennar buxur sem hann var alltaf í. Kannski eina peysu. Hann á ekki droslega mikið af fötum. Hann á aðeins stakka, en samt ekki meira sko. Hann á, ekki að sé hann ógeðslega Ralph Lauren gallan sem hann ekki ráa. Já, viðbjörnsgallan. Já. Spáðu hvað hann er búin að taka hann og sko vera alltaf í hún. Já, er líka eitthvað sem hann er ekki búin að hella í hann. Nei. Það þarf einhver að fara að gefa allir nýjan joggingalla, svona þú segir það. Ég er svona að pæla, ég er að flytja og ég er ekki að fara kannski með gáma fötum til hans. Einhverju fötum í hann hefði gaman að því strákurinn. Já, ég ætti að gera það. Já, það er líka eitt svo ekta þú Hjörvar að hugsa einhvern annan í sjálfa. Þú ert í flutningum og þú ert byrjað að hugsa aðra. Þetta er stórkostleg manneskja. Ég ætla að fara hér í fleiri sturlaðar staðreyndir. Konur eru fljótar að skynja hættu en karlmenn. Sturlu staðreind. Já, ég trúi því. Já, þetta er móðureðlið held ég. Það finna lyktin á hættunni. Já, það er svona eins og dýrin. Ég held að dýrin myndu fara fyrst, svo konurnar og svo við. Svo er það næsta. Þráttur að vera búinn að vera til í 5 ár, þráttur að vera búinn að vera aðeins til í 5 ár, er iPhone orðin næst sölulegasta vara allra tíma á eftir The Rubik's Cube, eða þarna litateningurinn. Ok. Já, nákvæmlega. Þetta kemur óvart. Þetta var sama ég hugsaði. Hann hefur greinlega verið svona ótrúlega vinsæll á sínum tíma. Hvað meinaði þetta með, þú veist, það hljóta að vera búið að selja fleiri Michelin dekk eða hvað segir þetta, raftæki eða? Nei, náttúrulega Rubik's Cube er ekki raftæki. Nei, minna, þú veist, það lítur að vera búið að selja fleiri SodaStream-tæki eða Ekki samkvæmt þessu. Eða KitchenAid blandarar eða eitthvað. Ekki samkvæmt þessu. Ekki fara efa þetta. Ég ætla bara stundum að ekki alltaf að kyngja þessum sturluðu staðrendiðunum. Stundum er það bara það sturlar að ég er ekki að kaupa það. Já, ég minna okkur eftir að þeir fara ekki að búa þetta til. Það er svo margt annað sem passar að það. En alltaf áttið þú svona tinning, svona litatinning? Já, það áttu allir svona Hjörvar. En ég hef aldrei klárað þetta. Já, ég er sammála því, en ég trúi ekki að iPhone sé vinsælla heldur en þessi blandarar og... Jú, hvað heldur sé búið að selja af iPhone-inu núna? Ok, reyndar, ef þú segir að þá er náttúrulega helmingur mannkyns eru konur. Já. Og það er elska, er þetta eitthvað símastrið hjá þér að því að þú ert í Galaxy? Nei, og svo er ég að því að the gay community er alltaf að stækka. Þeir eru náttúrulega líka í þessu. Í iPhone? Býttu eftir að segja bara konur og samkynniði sem iPhone? Nei, en þú veist, they dominate the market. En það eru allir með þetta? Nei. En það er rosalega mikið í the gay community. Mér heyrist ég vera að lúffa, ég er að tapa þessu Blackberry-stríði mínu. Getur verið ég þurfa að fara í iPhone? Ég held að það sé mjög sniðugt fyrir þig, því að þú kannski ert ekki svona, þetta er einfalt. Herðu, ég ætla að halda áfram hérna. Konur sem eiga fleiri karlkynsvini en kvenkynsvini eru hressari og hamingjusamra eðlisfari, samkvæmt sturluðum staðreyndum. Já. Þetta er skrítið. Ekki má vel vera. Já, en það er ekki líka því að, þú veist, er ekki konur oft konum vestar? Jú, það geta líka bara konum bestar. Já, en þetta maður oft heyrt það. Það er oft öfund á milli kvenmanna. Já, líka karlmannabörs. Já, samt, ekki sama mæli held ég. Já, mannstu þegar ég keypti með nýja bílinn og þú hataði mig hérna nokkra daga. Þetta tala hennar Nissa jeppa. Mannstu hvað var streiður? Ég held að það ekki verið til maður á Íslandi sem öfundaði þessu jeppa. Ef jeppa skal galla. Mannstu þegar þú sást mig fyrst á jeppanum? Er hann fjórhjóladriðin? Já, ok. Kýlar hann með jökla helgar? Jökla, þú getur ekki kert upp á skap, sko. Svo er það næsta staðreind. Meðalmaður meiðir sig 9.672 sinnum á ævinni. Sturlu staðreind. Já. Jók. Hvernig var þessi? Þessi var, ég veit það ekki. Hvernig meiddur þið síðan svona almennilega? Góð spurning, good question, Aguaro. Það er svolítið síðan, 7.13. Það hef ekki verið... Hvað er að versta sem þú komum fyrir? Ég ætla þessi ekki axlameðsli mín. Þegar ég meiti með því að lita. Ég er búin að slíta nokkur crossband, það er fókjum vond, sko. Er það ekki ástæðan fyrir að þú hætti líka snemmi í fótbolta? Ég hef látið líka sparka, en það fast í pungin á mig, sko, að... Já, maður er lendið því. Það er held ég ekki til sásveiki sem toppa það. Jú, að slíta crossband, það er rosalega vond. Já, ég hef ekki lendið því. En veistu hvað, eins og með öll punghögg, þá er það oft ekki því fastari sem eru, því verri. Og stundum er það bara þannig að það er bara svona rétt einhvern veginn að slá í, bara einhvern veginn svona. Ef hann er óvarinn. Já. Hvernig meitið þú því síðast?
Olbónum, ég get ekki hvílt hendina á olbónum Ok, hvernig myndir þið? Ég var eitthvað fýblast í handbolta og var eitthvað að henda mér inn úr horninu og lenti á olbónum Henda inn úr, þú meina þú rullar úr horninu Henda mér inn úr horninu Þá það næsta staðreynd af 60 mínútna NFL fótboltaleik boltinn aðeins í leik í 10 mínútur og 43 sekúndur að meðaltali allt annað eru auglýsingar, endursýningar og þauðlirnir að ræða sín á milli. Þetta finnst mér svolítið lág tala, 10 mínútur af 60. Enda, ég nú byrjar að fylgjast hans með þessu. Þetta rosalega mikið verið að fara yfir leikkerfi. Við vitum það alveg báðu tveir ameríska íþróttir snúast ekki íþróttina. Þetta snýst að fá sér að éta, snýst klappstýrur og þetta snýst the halftime show. Þetta svolítið, þegar þú segir það er svolítið þannig. Þú fara á körfuboltaleik og þar eru allir að horfa á halftime showið og svo þegar karfan byrjar loksins þá fara menn bara að kópa sér éta. Og bjór og eitthvað svona nachos og eitthvað. Það líka að vanta svolítið ástríðuna, til dæmis eins og enski boltina sem ég elska hann, ef að það er hægt að fara overboard í öllu. Þannig að þú myndir aldrei hleypa stuðningsmönnum Manchester United og Liverpool hlið við hlið á fótboltaleik. Aldrei í Bretlandi. En eins og í England, í Bandaríkjunum, þar eru bara leikasaðdáðandur og Boston-aðdáðandur sem eru svona þvílíkur rígur á milli. Þar hittast þeir bara á göngunum bara, hey, go Boston, no, go Lakers. Það er eitt sem ég elska að kana og svona venues. Helling sem ég elskar við hann. Ógeðslega gjafmildir. Þeir alltaf að gefa mann eitthvað shit. Ég veit það. Maður er eitthvað með fullt af dótu og heyra maður sé að tala útlensku. Hey, let me pay for it, man. Myndi maður einhvern tíðan gera þetta á Ísland og rífa upp eitthvað og seðla fyrir einhverju gæja. Þeir stættir að lögða svo að heyra ykkur nossara. Þú er lendið í þessu kanar, þeir eru til að bjóða mann í glas og eitthvað svona. Já, kanin er svo hrikalega lípa og það er ástæðan fyrir dyrka kanin. Og að segja það ein regla á einum bar í Bretlandi. Þú veist að normenn dóminerar svolítið bar í Englandi í kringum fótboltavelli. Þeir eru með reglu, aldrei láta Íslanding borga. Sem er hroki, sko, því að Ísland fór á hausinn. Það er svona eitt. Nei, og Íslandingur það er svolítið með svona stæla, sko. Já, ég myndi taka það pitt í alla daga, bara kaustanda með bjór. Ekkert flóknara. Svo er það næsta rotturstundakynlíf í kringum 20 sinnum á dag. Og það er ástæðan fyrir að þær fjölga sér svona rosalega. En ákveður þá tala alltaf svona gæja eins og, ég ætla ekki að nefna henni upp, en einn mann sem ég þekki mjög vel. Það er alltaf að tala um hann sem eins og kanína. Já. Ég veit það ekki. Það er kannski að því að það hljómar ekkert vel að vera að segja, herðu, þú hætti núna að kíkja hérna á hann, Kristján vinn minn, hann er eins og rotta, sko. Það hljómar ekki eins og jafnvel á kanina. Ég hef heyrt eina konu kalla sem sagt sína heilugustu, sín heilaga stað. Það? Já, hefur ekki heyrt hann að kalla? Hefur þetta heyrt? Ég ætla að fara hérna í næstu. Það er, næst er að munur á, þetta er svolítið skemmtileg stjórnustarinn. Meðalhæð og þyngd á, konum er 162 cm og 63 kg. En meðalhæð og þyngd á módelum eru 180 cm og 53 kg. Þannig að þær eru sko 10 kg léttari en 20 cm stærri. Eða 18. Frengið sem að munur. Þetta er magnað. Já, sturl. Það er greinilega verið að sækjast þetta hæði í þessum mótorbrans, já. Sturlustarinn, já. En það hefur maður aðeins Ég er með meðalhæð á konu? Já, módeli. Nei, ekki konu, nei, meðalhæð. Er þetta ekki kvenkynsmódeli? Hjörvar, meðalhæð á konu er 162 cm. Já, og á módeli, er verið að tala um female módel þetta? Já. Já, ég er að segja, þú ert eins og venjulegt female módel á hæð. Það er bara eins og módel. Female. Já, ok, áfram með þetta. Síðasta stjórnlega staðrendin, meðal bandaríkjamaður drekkur yfir 200 lítra af gosi á ári og ég held að sé svipað á Íslandi. Sveimið þá. Já, ég væri nú helviti ósáttur við sjálfum, ég myndi bara drekka 200 lítra af gosi á ári. Já, þú náttúrulega drekkur eina rauða súpudós á dag, eða ekki? Eina rauða súpudós á dag? Já. Eina á dag? Já. Nei, varst ekki að reyna að heldur ég geti drukkið eina á dag? Ég held að reyna að cut back. Já, ég reyna að cut back, en þú veist, þá tek ég kannski eina Pepsi Max, eina Sprite, ég tek svona 2 lítra af gosi á dag. Í alveg? Já. En ég tannbesta með 4 sinum á dag, sko. Orða strax betra. Það voru stjórnlega staðreindir hér rétt handa á hotnið Rúnar í Breiðholtinu og hlusta á hljóðið. David Guetta og Chris Brown með lagið I Can Only Imagine hér í FM 95 Blö og það styttist hér í flottulaga keppnina. Eina sem að ég er tilbúið með lagið mitt en Hjörvar er að reyna að finna lagið sitt í einhverjum betri gæðum hérna. Er það komið eða? En á leiðinni, vilt þú ekki bara henda þínu fyrst í lúttið, eða?
Jó, en sko, þá getur þú ekki verið að finna þetta meðan, þannig að þá frekar að við ræðum hérna aðeins málin og förum í þetta í næstu innkomu, ef þú vilt. Ég get gefið sensin á því, Hjörvar var búinn að velja lag, en vill meina það að lagið sé ekki nógu góð gæðum hérna. Það var ekkert þessu gæðum, það var 8 miljón manns búinn að horfa á þetta. Já, ég veit það, en þetta bara þannig lag að það þarf fullkomlega, ég ætla að hafa S-Club 7 og lagið I never had a dream girl. Hendur ég er að sparki mig hérna undir borðinu yfir að þú skuldur á hættu við það. Finnst það ekki gott lag? Allt í lagi svona. Ertu ekki S-Club 7 maður? Nei, ég var lítið. Hver er þín svona, ef þú ættir að velja eina uppbóls boyband hljómsveit? Þau eru alltaf ekki boyband. Já, svona, þú veist, krakkaband. Já. Ok. Backstreet held ég. Ég hefði veðið miljónum, myndi segja það. Uppbóls stelpu hljómsveit, 5, 4, 3. Það er alltaf ekki spæsku. Atomic Kitten eða eitthvað? Nei, All Saints. Mér finnst það svolítið góðar. Þær voru hérna ferskar. En nú en þitt, hvað er uppáhalds svona stelpubandið þitt? Það eru stelpunar í TLC. TLC, já, það er enda gott svar. Já, stelpunar í TLC. Talandi stelpubönd og þá styttist í nýtt myndband frá The Charlies og það er komin kynning á því vídeói. Hvað er uppáhalds nælon-lagið þitt? Það er lagið þarna þegar þau eru að keyra í rútunni. 2. Myndbandið þegar hún er í rútunni, hvað heitir það aftur? Það er einhver gaur á einhverju mynd, ég held að sá gaur hafi nú ekkert farið mikið út á lífið eftir að þetta vídeo kom út samt. Eitt svona steiktasta sem ég sé, en lagið er fínt. En hvernig fylgur lagið Losing a Friend? Já, það er það, Losing a Friend, já, og skoða vídeoið, þá eru þær í svona rútu og eru að keyra Ísland, hún heldur að mynda einhvern strák sem að... Hver var þín svona, er þín uppáhalds í nælon? Ég var mikill Emilíumaður sem er hætt. Já, þetta er svona eins og Robbie Williams fór og Take That fyrir mig. Ég fylgdist lítið með þetta. Það er eina af það sem er alveg rosalega lítil. Já, klaraði ekki. Já, dökkara. Já. Hún er bara... En það eru búin að breyta svolítið ímynd þessar stelpur. Já, en hún er svona 1.50 eitthvað. Já, það er okkur... Nei, það. Ekki? Sýsti mín er endur 1.55. Hún er bara minni en Danny DeVito. Danny DeVito, hvað ætla hann sér? 1.50? Það er, þær eru einmitt að fara að koma með nýtt lag og nýtt vídeo og fólk getur farið inn á vísir.is og séð svona teaser á því. En veistu hvað, ég er búin að fatta nú hvert er þitt uppáhaldslag með nælon. Hvað er það? Closer. Closer? Já. Nei. Get a little bit close. Nei, það er sem þú sagði hann, Losing a Friend. Já, náður við ræðum meira hér nælon, þá ætlum við að fá Stussy og Blackheart og svo ætlum við að vinda okkur í flottalagkeppnina. En hvað, þarftu að fara að finna þér eitthvað nýtt lag eða? Nei, ég er alveg búin að, ég er með 10 laga lista sem ég ætla bara að rótara. Ég segi bara Bring Your A-Camp því ég er með rosalegt lag. Ég er bara að reyna að vera eitthvað töff hérna. Þetta er Blackheart. Stelpur, þú kannast við þetta. Þetta er ekki, hann er með svart og ógeðslegt hjarta en þið elskið hann. Þetta var Stussy, Blackheart, en það er komið að flottulagkeppninni. Styttist líka í Rúnar í bökkunum eða í breiðoltunum. Heyrim ég honum hér eftir örskama stund. En við ætlum að fara hér í fastan lið sem er oftast á 50 dögum, en það sem að Hjöpp er hjá mér í dag, þá tökum við hann á miðvikudegi og þetta er flottulagkeppnin. Við spilum cirka 1,5 mínútu, reynda fekk Hjörvar 3 mínútur síðast en tapaði samt 5-2. Ég meina, veistu hvað, mér finnst oft kenna mér meira að tapa en að vinna. Það er nú gott. En það erstu góð manneskja, þú ert búin að læra oft. Ég ætlum að... Ég tapa fullt í lífinu. Ég hef líka mín að sigra. Hvað segir þau? Ég hef tapað mikið í lífinu en ég hef líka mín að sigra. Það er alveg hálf. En ég hef tapað oftar en ég hef vinnið. Já, það er líka sem gerir þið sterkari. Og já, við spilum 1,5 mínútu úr laginu okkar og svo ringið þið inn í 511-0957 og segja okkur hvort lagi ykkur fannst betra. Og já, fyrst upp í 5 stig vinnur þetta. Ég minnir að ég hef nú byrjað síðast, Hjörvar. Og já, minnir ekkert, ég veit að ég byrjað síðast, þannig að þú átt að byrja í dag. Já, þú náttúrulega það geðugur, þú skrifar þetta niður, þannig að ég á að byrja núna, já. Staðan er 13-12 fyrir mér. Herðu, það er að styttast í að þessu sumari líkur. Ok. Og ég settist niður við varðeldinn á nýja heimilinu mínu í konjagstofunni. Þú ert ekki þessu góð með leimtýr. Jú, ég byrjaði að hlaða konjagstofuna. Já, varst það því á hann? Var að setja viður og svona og ég fekk mér smá konjag og hugsaði með mér hvað var besta lag sumarsins. Já. Og það leiði mig til Kanada með stelpu sem er að núna túra með Justin Bieber. Þetta var svolítið sumar kvenna fannst mér í ár. Já. Það voru glæsilegri sumar. Já, ok. Og ég sérstaklega bara ber mikla virðingu fyrir þessu glæsilega starfi sem konurinn út allan heimi þetta sumar. Já. Og þær hafa sjaldan blómstrað eins og núna í sumar. Hjörvar, hvað heitir flytjandinn og hvað heitir lagið? Herðu, þetta er með Carly Rae Jepsen og heitir Call Me Maybe.
Ertu að meina? Jú, þetta bara lag sumarsins 2012. Þetta lagið þitt í flottilagkeppninni? Þetta lagið, mér finnst þetta flott lag. Ok. Mér alveg saman út að ég búið að heyrast mikið, en alltaf ég heyri þetta lag. So here's my number. Þá komið að lagið næst jöpa. Það heitir Call Me Maybe með Carly Rae Jepsen. Þetta gott lag. Já, þetta flott. 32 ykkur. Hlustattalega heimaður í Konjaksstofunni. Ertu með þetta viðbjóðslega vídeo á líka? Sem ungur, huguleg maður bera ofan að slá garðinn og hún að þó bíli sem eitthvað eða? Nei, ég er meira svona eitthvað að dansa, bara eitthvað svona þegar ekki maður Call Me Maybe. Og svona ímyndaði mér sér að tala í síman og skrifa svona Call Me Maybe. Já, það eru örugglega mennum allt Ísland að hlusta á þetta í Konjaksstofunni sinni. En þetta er alltaf að framnaðarsjöpa og ég get ekki drakkað þannig. Þetta lag verður einmitt í influence-partíinu sem að þér er by the way ekki búið í. Svona hefur ekki nefnt að hjálpa mér raskat. Herðu, hvernig það hjálpaður út að flytja á daginn? Það var að flytja á kvöldin, þá myndi ég hjálpa þér. Þú ert að vinna frá 4 til 6 sko. Hefur heyrt um að pick up the phone? Ég hef ekki fengið eina beðinni frá þess. Já, ég er bara svona gæði sem mæti bara í vinnugallanum tilbúin eða mönnum vant að vann. Ef ég beðin að koma að hjálpa, þá er ég fyrsti mann að segja. Herru, settu þitt leiðilega lag á. Herru, hvernig getur þú satt þessi leiðilegt þegar ég er ekki einu sinni búin að segja hvað lag það er? Hey, I just met you. Næsta lag er mitt lag hér í flotulagkeppninni og ég tók eftir síðasta miðvikudag, síðasta fimmtudag, þá fór ég down memory lane og spilaði lag sem var vinsæltir í félagsmiðstöðun á sínum tíma. And this is crazy. Og það er hægt að trufla með þínu lagi. Okay. Já, og það fór virkilega vel í landan, ég tók hjöpa 5-1, þá spilaði ég Counting Crows og hér er annar lag sem að minni mig svolítið á félagsmiðstöðuna og þetta lag er tileinkað, þetta lag var samið því að það er yfir 1 milljón börnum rænta og mánalega í Bandaríkjunum. Er þetta Runaway train, reggae-digga-da. Það er komið að mínu lagi. Þetta er Hættusu Hjörvar. Ég var ekki að trufla þetta á hann. Þetta er hljómsveit sem kallar sig Soul Asylum og lagið heitir Runaway Train. Þetta er mitt framlag. Þetta er alvöru. En hver er þessu lagi? Þetta er flott lag. Þetta er fínt lag. Þetta er bara svona, ég fæ svona smá tár í auguna þegar það var alltaf mynd af týndum börnum þegar þetta myndband var í gangi. En þetta er svona akkurat í svona þínum dúr svona þungt og... Þungt? Þetta er ekki þungt lag þó ekki sé til. Mér finnst þetta eins og í dag. Ég verð bara að segja, mér finnst þetta eitthvað fallegasta við sem við fengið í ár. Mér finnst þetta var svona ekta Call Me Maybe dagur. Já, við skulum sjá hvað hlustendur segja. Rosalega, en þá fæ ég alltaf, nú fæ ég ábúinlega blöðlestin á mig. Nei, voðalegt svartið, það er 14-13 í heildina. Ég veit, ég er alltaf með miklu betri lög en þú ert alltaf með, þú ert með eitthvað dedicated lið sem að peppar þig alltaf. Hjörvar, þú ert, sko, ég held að það gerst 2 eða 3 af 27 lögum sem þú eru með betra lag en ég, þá er ég ekki að grínast þetta. Nei, skulum bara opna þér í síman og sjá hvað fólk segir. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Klárlega Hjöpi. Yes, þakkaði kærlega fyrir þetta. Já, Hjöpalestin lögð á stað. Hérna, eigðu rosalega góða helgi. Takk fyrir leið. Já, ég reyndar vill alveg eigðu góða helgi, hvort þú kýst mig eða ekki. Já. Eigðu góða helgi og góðan dag. Já, takk. Ok, segir hvað ég er fullarinn, Jólur. Vistið alla. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Blöndal. Anna. Ok, heyrir. Herðu, eigðu góða helgi og góðan dag. Bye. Ok, vinnur, bye. Staðan 1-1. Spenna hér í byrjun, FM 95 blöð, hvort lagið fannst ég betra? Það er Blöndal. Það er Blöndalinn, já. Ok, bye. Já, þetta er svolítið, þetta eru strákar á mútið stelpur núna, heyrðist mér. Stelpur hringiði. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Herðu, þetta er rosalega erfitt að segja. Já. En Hjöpi, þú veist, það er... Já, Hjöpi er að fá stelpunar. Takk kærlega. Samt rosalega fallegt lag. Ég er saman, þetta var fínt lag hjá honum en við nennum ekki að hlusta á lagum Teen Butt þegar það er svona fallegt veður og glæsilegt. Í sólinni, skilur. Nei, ég er að segja það og stundum bara njóta lífsins, það þarf að gera það líka. Ég ber mikla virðingu fyrir þínu tónlistarsmekk, þið fannst bæði lögin flott, en það er svolítið gaman að heyra svona strákarnir sem er hringinn, þeir eru að kjósa mitt lag, en stelpurnar sem er að dansa með Hjöpa á B5, þeir eru að kjósa hitt. Ég ber rosalega mikla virðingu fyrir þér sem kona og sem manneskja og ég held að þú sést að gera frábæra hlut í lífinu og farið vallega og halda áfram að vanda í öllu því sem að þú tekur fyrir hendur. Mikið rosalega var þetta fallið, takk. Takk fyrir að ringja. Takk hérlega, bye. Er það 2-2? Það er 2-2, það er spenni í þessu. Come on. FM 95 blöð, hvort lagið fannst þér flottara? Halló? Það er þetta. Það er stelpur 5-11 og 9-5-7. FM 95 blöð, hvort lagið fannst þér flottara? Lagið hans Ödda. Já, takk. Ekki eina stúlku. Já. Glæsilegt. Takk fyrir að ringja. Nei, hvað, má bara tala við fólk sem kýst þig? Nei, ok, tala við hann. Hvað hérna, mannstu eftir þessu lagi? Já. Já, var þetta í félagsmiðstöðuna sínum tíma hjá þér líka? Nei, ég er ekki alveg á þínum aldrei en... Nei, þú ert ekki að deyja eins og ég. Ok, herðu, takk fyrir að ringja. Takk. Ok, staðan er 3-2 fyrir blöð. Þetta rímar. 3-2 fyrir blöð. Tekum á þessu. FM 957. Hei, Hjöpi. Yes.
Já. Herri, ég heyri að hann ungu meistar á línunni. Nei, ég heyri það bara. Og gengur ekki vel í skólanum? Jú. Bara fara alltaf að læra, klára að læra, helst að klára vikuskammtinn snemma í vikunni og þá ámaður alla helgina fyrir sig. Já. Hvað heitir þú? Lema. Hvað segirðu? Lema. Já, það er gaman að heyra. Hún ungur meistari. Já, hvað ert þú gömul? Ég verða 19. Verða? 19. Verða 19. Ok, glæsilegt. Bara stay in school og ekki drakka á reykja. Gangi allt í hæginn. Já, takk fyrir. Bye. Staðan 3-3, það langt sinni að það verið svona spenni í þessu. Það er allt í hæginn að skan. Call Me Maybe á móti Runaway Train, ég trú ekki að það spenna þetta. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæð? Mitt atkvæð, það er Runaway Train. Það er Runaway Train. Takk hjá fyrir það. Takk fyrir. Ok, takk. Ég get klárað þetta. Veistu hvað, hlustendur áttu þessi ekki á því hvað ég verð ánari í vinnu með þessu lagi. Þetta er upp á slagið minn. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæð? Það er Hjöppi. Það var lagilegt. Býttu, ég heyri það nú bara á röddinu, þetta er meistar á línunni. Já, sjálfsögðu. Hvaða meistar er þetta? Hjálmar heiti ég. Herri, Hjálmar, hvaðan ertu að hringja landinu? Það er Blöndó City. Blöndó City. Herri, ég ætti að fá það atkvæðið, maður. Norðan maðurinn. Nei, kóngarnir á Blöndósi berur nú litla verðingu fyrir pappakossunum á króknum eða? Sjálfsögðu. Sjálfsögðu maður. Herðu, þú heldur bara áfram að vera kóngurinn í Húnavatnssýslunni. Herðu, þakka ekkilega. Við kíkjum upp í N1 skála og hlustið á Call Me Maybe í strákarnir. Við vantar eitt atkvæði. Það er 4-4. Útlitt atkvæði. Ekki einhver leiðulegu blöð. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Herðu, þið verið báðir með frábær lög. Come on. En ég verða að velja að köpa. Yes! Anskotir sjálfur, ég held ég verði með þetta. Það var lagilegt. Veistu að þú ert bara búin að hræða hlustendur hérna. Snillingur ertu, Hann þorði ekkert öðru en að kjósa þið. Þú ert að segja bölvandi hérna á milli þess og skellir á hitlið. Herru, hvað segirðu meistari? Hvað ertu úr Englandinu? Það er að Snæfellsnesi. Það er að Snæfellsnesi og hvernig er á Vesturlandi? Það er bara frábært. Og er jökullin að skarta sínu vegustæð eins og þú? Já. Takk fyrir að ringja, elsku vinnur. Og er glæsilegur og áfram Snæfell. Bye. Glæsilegt. Og lifi Vesturlandi. Call Me Maybe, ég trú ekki. Hvað hefði þú kostið? Call Me Maybe. Það var lag. Herru, er þetta svolítið lagið þitt í sumar? Hvað hefði þú kostið? Halló? Hjöppi. Gaf mér þetta. 5-4. Sko, allir hinni sem voru inni. Allir hinni voru 2. En það er svolítið skemmtilegt. Þetta er lagið sem mun alltaf minna á 2012. Nei, Jó, ef þú ert 19 ára stúlkukind, þá minnir þetta lagði á 2012. Ekki þú ert á fertugsaldrinum og ert karlmaður. Shut the fuck up. Nei, þetta er ekki hægt. I'm in my early 30s, sko. Þetta lag mun aldrei... 30s is the new 20s. Þetta lag mun aldrei minnum á 2012. Þetta lag mun alltaf lifa. Herðu, þegar verður eitthvað svona loka uppgjör, eitthvað svona íþróttuppgjör eitthvað. Heldur að það verður bara allir... I just met you. Skulum sjá hvað gerast á Ólympíuleikunum í sumar. Við erum að fara í smá auglýsingar hérna, við skal horfa á vídeoðu bara. Það er svona eitthvað stelpa á bíl og eitthvað gauða. Spilaðu lagið fyrir mig. Ég skal spila það eftir, við þurfum að fara í auglýsingar fyrst. Þetta tók sinn tíma. Takk hérlega, ég vann. Og vannst til hamingju. Það er 13-13. Sjálfstæðisbarátta á Dillon alla 50 daga. Thule, skot eða einfaldur á 500 kall. Dillon, rockbar. 30.000 viðskiptavinir eru í góðu stuði hjá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Sofðu betur. Komdu í Dorma. Shape heilsudínurnar laga sig fullkomlega að líkama þínum. Dorma hoffakörn. Nýtt frá MS. Hleðsluskyr. Ríkt af misuprótínum. Prófaðu það hreint eða með bláberjabræði. Lífið er æfing. Taktu á því. Byrjaðu í CrossFit. Grunnnámskeið á aðeins 12.990 krónur. CrossFit Kraftur. Suðurlandsbraut 6B. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð og Hjörvar í virkilega góðu skapi. Eftir að hafa unnið flottulega keppnina hér rétt áðan og jafna þar með leika 13-13. Hann var að senda mér þetta á Twitter, hann Eggert Smári Sigurðsson og var að kommenta hér á mannstjóðunum með sturla staðrindir að hann. Þegar ég sagði þér að rottur stundu kynlífi við 20 sinum á dag og þú sagðir ok, svona menn sem væru mikið í þessu væru oft talað um að þeir væru eins og kanínur. Hann talaði um það að vera eins og kanína er að gera það hratt. Það tekur kanínu aðeins 30 sekundur að fá það. Tempo. Já, en það eru ekkert alltaf að. 30 sekundur, hvað er hesta lengi?
Hefur séð það að hestar að þessu? Nei, minna. Hefur aldrei séð það? Nei. Hefur ekkert verið í hestamennsku? Nei, voða lítið. Þó ég sé að norðan, sko. Já, ég hef aðeins verið í hestamennskunni. Já. Og þegar maður hefur verið að setja merir, þá þetta bara... Þetta svona 2 sekúndur. Já, það ekkert lengi að þessu. Nei. Það oft annað með svona stóru kvikindi. Það bara... Þeir fá sinadráttinn bara eftir 2-3 sekúndur. Já, og millið þess að þeir að slíta krossbönd og annað. En ég með frétt hérna sem að ég fann inn á fótbolti.net og sló með þess. Ég veit ekki, nú fylgist þú vel með fótbolta. Og hér stendur orðrétt inn á fótbolti.net. Hinn 17 ára Sterling búinn að eigna sitt 3. barn. Þá verður að tala um fótboltamannin sem að spila með Liverpool og ég ætla bara að lesa fréttina. Raheem Sterling, allra efnilegasti leikmaður Liverpool, var í morgun faðir í 3. sinn. Það sérstaklega glatteknisvert í ljósið þess að hann hann 17 ára. Og hann fættist í Jamaica og flutti til England sem fótboltamaður með móður sinni aðeins 5 ára gamall og börnin 3 á hann með 2 konum. Hvað í gangi þarna? Mér ætti að lesa á Sönn í dag, hann ætti 1 barn. Bara að eignast fyrsta barnið sitt og það verið núna 2 mánaða. Heldur þeir á ekki bara orðið lost in translation eða? Ég veit það ekki. Ég ætla svona að vona það hans vegna. Ég held að það sé ekkert grín að vera 17 ára patti og orðið 3 barna faðir. Nei. Ég átti nú bara í nógu mig sjálfa mig þegar ég var 17 ára, sko. Já, ég get að lofa þig hann nógu mig sjálfa, sko. En 17 ára, það er hansi ungt. Já, ekki. En konan sem hann eignaðist barnið með í dag er 22 ára. Ef við höfum eignast barn 17 ára, við höfum kannski bara farið með hann strax í fótboltann eða hvernig. 15 ára núna. 15 ára núna, maður verður kannski, þú veist, við höfum kannski að fara með hann bara núna Old Trafford á reynslu. Já. Vá, reynda þegar þú segir þetta. Djöð, það er alveg til ég eiga 15 ára gutta núna. Já. Þú veist, svo er það alltaf með einhverja flotta vinkonur að segja hjá þér og svona eitthvað. Ég ræði með þig. En það er reyndar, ég hef ekki höndlað að það... Nei, hann er ekki komin í mennskóla. Nei, hann 15 ára, hann verður að klára 10. bekkinn, flottur. Og já, ef þetta er satt að þá óska ég Raheem Sterling til hann ekki með það. Ég veit að það er gaman fyrir þig, því að þú elskar svona socialize svona, eigið 15 ára, og farið í bíó. Já. Taka smá keilu, hann er bara alltaf klár. Ég væri alltaf með eitthvað til að hanga með. Hei, ertu ekki verið samræðubróin? Ég kann þessu starffræði. Nei, ég reyndar þar skauðst við fótinn. Ég get ekki hjálpað sinni mínu með samræðubróin. Ok, þú getur klárað að hjálpa með dönskun og enskunni. Já, þar get ég hjálpað. Þar kem ég inn sem sterkur pabbi. Já. Og ég væri mjög duglegur ára með hann. Já. 15 ára gamall, þetta er bara besti vinur minn. En við ætlum að fá hér... Jú, fáðu þér einn. Það er allt í lagi. Nei, hann myndi, herru, ég tók minn fyrsta bjór 18 ára. Ég var líka rosa rólegur í því. Ég myndi að hafa sömu reglu á son minn. 18 ára er líka fínt, sko, þú ert ekki að missa neinu. Ég var alltaf kaffi fótbolta og svona, ég hafði ekkert með þetta að gera. Ég hafði ekki á þessu. Ekki heldur. Og mér fannst líka að það voru allir í kringum mig byrjar að drekka og mér fannst bara töff að drekka ekki. Og var búin að býta þetta svona í mig. Ég vildi ekki fá stimpilinn á mig að vera, já, hann drekkur. Það fannst mér ljótu stimpill og finnst enn, enda drekk ég ekki í dag. Maður fá hérna Labyrinth, Earthquake og svo ætlum við að fara í hlusta á hljóðið og Rúnar í bökunum, hann er rétt handa á hann. Lagið Earthquake. Þið er að hlusta á FM 95 blöð, Autu og Hjörvar með ykkur til 6 í dag. En það er komin tími á að heyra í manni sem að býr í bökkunum í Breiðholti. Hann heitir Rúnar og hann verður vitni að ýmsum hlutum hann í Breiðholtinu sem að ratar því miður ekki alltaf í fjölmiðla. Sumt af þessu kemst í fjölmiðla eins og daginn þegar að vera að stila bolta af einhverjum krökkum. Ég held ég sé með hann hérna á línunni. Ertu þarna, Rúnar? Blessaður og sæll Blöndal. Nei, sæll og blessaður. Eitt vandaðasti ungi fjölmiðlamaður sem við eigum. Takkaði fyrir það, gaman að heyra. Ég er bara, það er ekki bara ég sem segir það segir það allir. Já, enda maður er með puttan á púlsinu, það virðast ekkert allir vilja koma að staði hvað sé að gerast. Nei, þú var náttúrulega, þú veist að minnast á hann með barni sem var höfuðkúpubrótið hann út á helvítis boltanum. Já, hann leikur ennþá þúntaldinn. Leikur hann? Nú, ok, ég nefnilega, það ég sá einhvers staðar í einhverju fjölmiðlum að þetta allt verið lygi. Já, svo segja menn, en það er nú ekki þannig, ég þekki móður þess að drengs og hann er ennþá inn á spítala, höfuðkúpubrótin. Já, það er skelfilegt. Allir brotin og bramlaður. Það er hrikalegt að heyra, en hvað er að frétta núna úr bökunum? Það er ekki mikið, það er svona smá reyklift hérna núna, það var að kveikna í einhverju húsi hérna, en það er nú bara þannig að helviti slökkuliði fer aldrei yngu auðvitað. Nú? Það er bara, þú veist hvernig þetta er hérna í Breiðholtinu, það er ekkit, það mætir enginn að slökku eldana. Nú er brennandi hús fyrir fram að? Já, en ég held svona flest fólki sem komið út úr blokkinu akkurat núna, þannig að það er í lagi með það. Nú, þetta er skelfilegt að heyra og hvað var enginn á leiðinni? Nei, ég ætla hann að heyra ekkert inn inn slökkuliðsbílum. Nei, það er ekki nóg. Svo voru einhverju helvítist tælendingar að
að berja hérna gamalmenni. Nú aftur? Aftur, já. Hvað það? Það var gönguhópur á vegum hérna eldri borgara hérna. Það var gönguhópur? Þeir náttúrulega börðu bara þetta fólk allt sundur og saman og rændu öllu sem það átti. Nú, það er skelfilegt að heyra mann. En hvað? Þannig að þetta er alltaf að gera hérna og svo var einhverjir 3 pálverjar að ræna 10-11 búina hérna. Nú, okkur, minnst þú tengja þetta svolítið við fólk að Erlendu bergi fram? Ég finnst það bara ekki koma nóg mikið fram að þetta sé útlendingar. Nú, aðja, ok. Ég vil að það komi fram. En ertu viss það alveg? Ég þekki alveg pólsku þegar ég heyr hana. Já, ég skilði. Blöndal, ég þekki alveg pólsku þegar ég heyr hana. Já, ég sé þannig að þess að helvítis pólverja að vera að ræna henni alltaf. Allt sem að hægt var að ræna henni í 10-11. Það var ekkert gert. Nei. Nei. En hvað, þú verður samt vera sá eini sem verður vitna þessu öllu? Já, það er nú bara þannig að hlutinni bara gerast einhvern veginn í kringum mig. Já, hefur alltaf verið þannig kannski? Já, það má svo sem segja það. Já, því að... Það er svo sem kannski, víst að vera frumsýna þessa mynd þarna með þessum Baltasar þarna. Já, Baltasar Kormák. Já. Ég var á borði í þessu skipi og syndi líka þessu sömu ferð. Nei, hættu nú. En það var ekki verið að gera bíómyndu það? Nei, ég get ekki keypt þetta hér. Í miður. Það er bara þannig. Nú ertu að skjóta þess svolítið í fótinn. Ertu að segja mér að þú að vera á bátnum líka og synt í land? Já. Já, ok. Fólk vil ekki tala um það. Nei, hvað? Að þið út á Breiðholtinu það? Það er allt sami maðurinn sem tekur allt hrósið fyrir þetta. Já, ég skilji. Fólk talar ekkert um það að ég syndi þessa leið. Nei, ok. En eitthvað fleira að frétta? Nei, það er svo sem ekki mikið verið að... Já, það er náttúrulega þessi... Var ég ekki búin að segja hvað þessi tælendingar eru að gera hérna? Hvað voðalega minnst þú að nettur rasismiður? Hæ? Það er... Já, ég ekki að tala um hlutin eins og þeir eru, eða? Já, það er svona vottur rasisma í þessu hér, Rúnar minn? Nei, ég segi bara hver er að fremja þessa glæpi hérna. Já, ok. Þannig að það er svona, þeir ræna öllu á röflaði sem þeir komast í. Já, það er ekkert annað. En ég vona að hugsa um eitt, vistu þú vorst að ringja? Nú? Erst þú ekki alltaf maður einsamall? Ég er með dóttur hérna. Nei, já. Sem er 47 ára. Þetta er glæsilegt, Rúnar. Ég var svona að spá í hvort ekki eftir að meina að koma ykkur eitthvað saman. Það var gaman að heyri þér, Rúnar. Hvað segir þau? Hefur þið eitthvað áhuga á því? Það var gaman að heyri þér og ég beði að helsa. Öðrum minn, hefur áhuga á því eða ekki? Talaði bara mannamáli. Nei, ég er góður. Takk samt. Takk samt. Þú veist á að það allavega er kveiknaði húsi hérna og svo eru náttúrulega alltaf þessir helvítis útlendingar. Já, herðu, einmitt, glæsilegt, Rúnar. Ég hafði það sem allra best og ég seti kveðju í Breiðholti. Þú ert mjög vandaði maður. Takk fyrir það, gaman að heyra. Það er ekki á norðan? Jó, ég er á norðan. Ég heyri það langarlegir. Já, glæsilegt og... Herðu, svo þurfum við nú að fara að fá okkur í las. Herðu, einmitt. Herðu, hver heldur að gangi hérna inn þegar ég sé hann hérna beintur frammi? Það er að Valtýr Björn. Nú, er hann stattur í Breiðholti? Valtarinn sjálfur er stattur hérna. Nú, jæja, getur hann... Þetta er maðurinn sem ég sé. Getur hann þá ekki slögt þess elda? Já, hann er nú bara kóngurinn hérna í Breiðholtinu. Já, kemur hann óttu og heilsar upp á okkur? Já, hann gerir það og hann er einn af fáum fjölmiðlamönnum sem fylgist með hvað er að gera sérna í Breiðholtinu. Já, en hvað getur hann þá ekki ringt á slökkuliði? Já, hann bara nennir því ekki. Nei, ég skilði ykkur, Rúnar. Gaman að heyri þér og hafðu það sem allra best hann upp í Breiðholti. Já, farðu varlega. Já, þetta var Rúnar. Ég byrðist afsökunar á orðbragðinu í þessum, ekki unga manni en manni. Við skulum fá hér eitt gamalt og gott föstudagslag. Þetta er I Won't Give Up sem að, Sverrir Bergman söng hér fyrir ekki svo alls löngu síðan. When I look into your eyes, it's like watching the night sky. Þetta er eitt gammalt og gott föstudagslag hér hjá Chubby Little Lovertard, Chubby Little Swessman.
með I Won't Give Up og já, það styttist hér í hlustað á hljóðið sem er hér eftir örskamma stund og já, þú ert nú svona umsjónamaður já, þú ert svona svolítið séð hljóðið, Hjörvar, ertu búin að velja eitthvað gott hljóð í dag? Já, ég er búin að velja virkilega vanda hljóð fyrir okkur í dag. Já, hann kom hérna strax eftir helgi í strákurinn og sótti peningi sinn frá því síðast. Ok. Gaman að því og alltaf gaman að gefa peninga. Já, en ætlar að spila Call Me Maybe fyrir mig eftir. Call Me Maybe? Já, rólega. En hvernig er það? Nú er ég að fara að flytja einhverja kassa og svona eftir. Ætlar að koma eitthvað í það í kvöld eða? Eftir United-leikinn þá? Já, ég verði með hann á leiknum stendur sko. Já, ég verði að horfa á United, svo er ég mættur öll strax til þín. Þú maður fara hér í Örstuð Skilabóð. Ég er að fóra einu leik til þess að hjálpa kallinu sko. Þetta er nú helvíti blóðut. Við skulum skoða þetta, ég vil ekki ræða þetta bara off the air hérna og við skulum fá Örstuð Skilabóð og svo er það hlusta á hljóðið. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Með orkuleiklinum færðu ekki afsláttinn í punktum, heldur í raunverulegum peningum. Orkan. Nýtt í bíó, Dredd 3D. Þrælmögnuð spennumynd sem hefur fengið loðgagnrýnenda allan heim. Right, Dredd 3D. Frumsýnd 21. september. Og við allan sólarhringinn í Skeifunni. FM 95 blöð. Á FM 95. Þetta er slag hér á ferð. Gríðarlega vinsælt í sumar og hef ég sjálfur bara ágætist að tala þetta. Þetta var vinsælt í vor, ekki? Þetta var svolítið vinsælt í allt sumar. Og já, það er hins vegar komið núna að dagskrárlið sem er einn vinsælasti útvarpsleikur allra tíma. Við Hjörvar höfum tekið hann upp hér í okkar þætti og hann heitir Hlustað á hljóðið. Það er komið að uppáhalds útvarp. Það er 511-0957 en að sjálfsögðu þurfum að byrja á því að heyra sjálf hljóðið og Hjörvar, þú varst búin að sjá hljóðið í dag. Þetta var sem hljóðið og því miður getum við ekki spilað aftur þannig að það er bara vonandi að þið náð þessu og við skulum sjá hvað fyrsti hlustandinn segir. FM 95 blöð, velkomin í Hlusta á hljóðið. Já, er þetta svona þegar að opna bjórdós eða eitthvað leiðis? Þegar að opna... Það er ekki að vera aðeins nákvæmara? Já, það er aðeins nákvæmara. Þarf ég að segja hvernig tegunda flösku þetta er? Það ekki, verður ekki að... Já, sko... Já, þetta var eiginlega bara hljóð og þurfa að vera... Þú ert mjög nálægt þessu. Það er að opna bara þess góðstós. Já. Glæsilegt! Hvernig fattar þetta? Ég veit ekki, heyrðu þetta bara á mig, geta þetta heim. Á að fara í einhverja skemmtilega haustverði eða? Hver er vinningurinn? Vinningurinn er ferð fyrir 2 með hvaða flugfélagi sem er á Íslandi nema það að þú ert að borga allt sjálf. What? Já, sem sagt, þú ert að borga ferðina sjálf en þú ert samt búin að vinna þér inn flugferð fyrir 2. Oh my god! En þú ert samt að greiða allt sjálf. Flugið líka? Já, og allt. Og gistíkuna og allan pakkan. Og alla gjaldir og allt. Er ég þá að vinna eitthvað? Nei, það er ekki. Nú liður mér illa maður. Getur ekki gefið henni eitthvað? Jó, af því að við vorum að stríða þér. Ég fekk bara í magan þegar þú fagnar. Ég býð þér í bíó. Ok, þú átt inn í 2 miða. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðrún. Guðrún, hvað stótt þér? Valgarð. Guðrún Valgarð. Herðu, ég rækja fyrir 2 miða á djúpir en þú ert að sækja þá, skal ég segja, á föstudaginn. Ok, takk. Herðu, takk aðeinsla. Ok, bye. Já, þetta var svo anstyggilegt. Hún fagnaði að því hún hélt að vera að fara út. Ég gat ekki gefið henni ekki neitt. En þú sagði samt allan tíman að hún ætti að borga verið allt, sko. Já, ég veit það. En sástu hvað hún snöggan á þessu? Já. Hún hefur greinilega heyrt þetta strax, þetta væri dós. Ég var með svolítið erfitt hljóð fyrst, sko. Já. Nei, þú getur það ekki. Ég held að gæti allir rópa eftir pöntun. Þarft að drekka áður og rópar. Getur ekki komið að... Jú, það var aðeins nú. Skemmtilegt útvarp hér á ferð en þetta var hún Guðrún Valgarð og óskuði henni hjartanlega til hamingju. Þetta var Hlusta á hljóðið hér í FM 95 blöð. Næsta lag er spilað fyrir allar 15 ára stelpur landsins og Hjörvar Hafleðarsson. Það er ágrænt að þessu.
Þetta lag vann. Þetta fyrir eitthvað stelpunnar. Þetta æðislegt. Meira þetta lag. Þetta er bara gýrin. Það þannig. Býtu, besti kaflur alveg þetta þinn. Býðu eftir hverju, þetta allt jafn vont. Vistu? Það myndbandinu, hánum að slá. Bear on. Maybe spila sérstaklega fyrir Hjörvar Hafliðarsson. Fatnaður, snirtivörur, hjól og margt fleira fæst á sölutorgibland.is. Smá auðlýsingar í gangi, svo kemur þetta smá. Þá veistu hvert þú fer. Bara 2 samt. Sölutorgbland.is. Alþingi hóf störf þriðjudaginn 11. september og Spaugstofan snýr aftur laugardag 22. september. Tryggður áskrift, Stöð 2. Skemmtilegri. Bye. Það er SS sem færir þér Spaugstofana á Stöð 2. FM 95 blöð. Á FM 95. Duttin hann stuttar auðlýsingar. Nýtt tromp með lakrísborða í ljúfengum súkkulaðijú. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vá, get ég meira allt niður mig hérna. Þetta voru auglýsingar sem ég var bara ekki búinn að sjá að væra að detta inn. Byrst afsökun á þessu. En við vorum að spila hér Call Me Maybe með Carly Rae Jepsen. Einhver ung kanadísk stúlka sem er í miklu metum hjá Hjörvari Hafliðarsinni. En hann er núna á fullu að stússast eitthvað sem þarf að græja fyrir íbúinu sína. Stendur hérna beintur utan stúdíóið í Símonum í joggingalla, svörtum joggingbuxum, þýskri svona landsliðstreyju. Huggulegur drengur, en fyrst að við vorum að hlusta á lagi hans þá held ég að sé fínt að henda bara næst í lagi á leiðinni heim og Hjörvar fær ekki að velja það þar sem hann fekk þetta Call Me Maybe lag sitt þarna og lagið sem ég ætla að hafa núna á leiðinni heim er með hljómsveit sem ég hef ekki spilað áður í þessum þætti en var í miklu uppáldi á mér og er enn, hún er eitthvað hætt en einhverstað las ég daginn að þau væri kannski að vera að taka aftur saman þessi hljómsveit þetta er Smashing Pumpkins og á hellingagóðulugum Lagið sem ég hef valið núna er, tengt ég að það er virkilega gott veður úti og svona og sumir vilja meina að þetta sé bara besti dagur í heimi. Þetta lag heitir Today og er lagið á leiðinni heim með Smashing Pumpkins. Heim og heitir Today með Smashing Pumpkins. Ertu Smashing Pumpkins aðdáandi? Nei, það kemur ekki óvart því að þeir spila góða tónlist. Nei, mér finnst það bara allt í lagi, mér finnst jólalagið er fínt en annars með það er bara, þú veist. Ég það sem út í frís? Já. Nei, Billy Corgan. Já, þetta er fínt stöf. Eða hljómsveit. En ég er meir í spaugstofum maður. Hvað er besta spaugstof eftir herma þín? Besta spaugstof eftir herma mín, sem ég er bestur að gera. Ég ætla það nú alveg sannast í evrópska draumnum að ég er mjög lélugur í þeim öllum, sko. Ok. Mamma, ég ætla að segja ekki hann. Hvað er Ragnar Reykjavíks? Já. En þinn? Sé ekki Kristján heiti Ólafsson. Nú, hvað með hana? Kristján heiti Ólafsson. Þetta er nefnilega erfiðar en maður heldur sko. Þetta var eitthvað erfiðasta sem gerir draumum. Það var að herma eftir einhverju spaugstofukarakter. Þetta verður svo vont þegar maður er svona lélugur eins og við erum. Ég er þetta kannski ekki lélega eftir herma, sko. Já. Sko, maður verður átt að sjá því, sko. Þetta er Ragnar Reykjavíks. Hann er léttastur. Er hann léttastur? Já. Hvað með hann annan? Hvað með Bubba Mortens? Hann er ekki í spaugstofunni. Nei, ég veit það. Hvað er samt með hann? Mér finnst rosalega skemmtilegt að sjá stráka sem Auðun Blöndal sem er búin að standa sér frábælega í ljósveikammiðlum í 20 ára en er samt ekki eins hégómahöllur og maður hefði haldið. Þetta er skelfilegt. Þetta er lélegt, Já, þetta er ekki gott. Hvað með eitthvað landakarakter? Oj. Það er bara svona. Þetta er ágætt. Hvað með dengsa? Já, ötti minn, ég fór þangað. Það var ég sem fatt upp á internetinu. Já, og ég sem fatt upp á því. Ég veist ekki að Brjálbreki var mætið í stúdíu að spjalla. En þetta var ekki... Þetta var Dengsi. Dengsi? Já, hemmi minn. Já, hemmi minn. Það er svo mikið svoleiðis. Já. Ok, hvernig ertu með Eirík Fjallar, eða? Já, það er fjör. Já, það er fjör. Já, ég er með hann líka. Herðu, áður við drepum allir leiðendum og þá ætlum við að fara að kveðja hérna að strákandir Hjöppi er á fullu í flutningum og þarf að ná í, er þetta ekki eitthvað búð sem lokar klukkan 6? Jú, ég ætla ekki að auðvitað búðina, þannig, já. Af því þú ert ósáttur með hana? Nei, ég er ekki ósáttur, ég er sáttur, sko. Ok, ég er svo lélegast í samt í öllum það er engin maður sem borgar allt mikið upp í topp eins og ég. Nú bara eins og allt annað fólk, eða ekki? Nei, það er allir með eitthvað díla á staðar.
kámarinn ekki til sölu. Það ekki hægt að kaupa haflega þú ert ekta svona vílar og dílar. Þú ert svona gæinn sem segja bara, ég að flytja þetta inn, get ekki tekið stutt innslag með mér og ég tala allt hérna sem ég keypti sér úr Bíkó. Já, hérna parkettið, það er úr Bíkó og hérna... Vertu hreinskilinn. Verður segja núna alveg sætt, ég er ekki svo típa samt. Þú ert algjör skítallöti, þú er ekki búin að hjálpa mér raskandi í þessum flutningu. Þú verður aldrei beðum það. Hvernig væri samt að vera bara gæinn sem mæti bara á staðinn? Ég veist ekki eins og þú værir að flytja, þú sagðist alltaf að flytja í gær. Ég sagði á eitt félag sem var bara mættur í dag bara. Hvað séu, hvernig get ég hjálpað? Ég sagði bara með mér, bara ef að helvitis blöðskítur maður svona með. Já, eru búin að hjálpa þér mikið, Egill og Stjáni og þeir? Þeir eru líka aumingjar. Þeir eru líka aumingjar. Ég held bara að þú verður betri innrættur en þú verðist vera sami aumingi. Ég ætla að enda þennan þátt á að lesa hérna byrjunlið hjá Manchester United í kvöld. Þeir að fara að keppa við Galatasaray í meistaradeildinni. De Gea verður í markinu, svo er það Rafael, Evans, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Scholes, Nani, Kagawa og Van Persie. Þetta er byrjunlið Manchester United fyrir ykkur sem hafið áhuga. Og já, ég hafði allavega okkar. Við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag. Ég verð mættur hérna aftur klukkan 4 á morgun með nokkra gestastjórnendur. Það verður svolítið svona öðruvísi þáttur. Það verður mikill gestagangur og já, mikið fjör. Þannig endilega stillið inn á það. Og rétt og mættur hérna Rikki G. Hjöppi. Og selfissingar, ég sé ykkur á morgun. Já, þú ert að leiðna Selfoss. Og verið nú klár með eitthvað veislu í kem. Eitthvað gott að borða í hálfleik. Eitthvað pönnukökur og svona andastrákum. Eitthvað gott að borða í hálfleik. Já. Hjöppi, takk fyrir daginn. Til hamingju með sigurinn í flottuleikakeppninni. Takk fyrir það. Takk vel á móti Rikka. Það enda þetta komið með bíða. Nei, endum þetta á Kanye West og Runaway. Það er á morgun klukkan 4. Takk fyrir hlustunum í dag. Bye bye. Hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. Veldu þann sem þér þykir bestur. 12% afsláttur alla daga hjá Ósushi, Pósthússtræti og Borgartúni. Tilboðið gildir aðeins ef greitt er fyrir 2000 krónur eða meira. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Vild er snilld. Loksins komið í búðir, Nóus Blóð 2.0, ný og endurbætt útgáfa af einu vinsælasta pre-workout drykk fyrr og síðar, ætlum við að bjóða upp á 15% afslátt. Finnur Matt King elskuga konuna sinnar? The Descendants í sjónvarpi Símans. 50% afsláttur af öllu leigðuefni í dag á mögnuðum miðvikudegi. Taktu þátt í Dans, dans, dans á RÚV. Danspröfur fara fram í Hörpu 28. til 30. september. Við leitum að dönsurum, danspörum og danshópum. Skráðu til leiks á RÚV.is og á Facebook. Gríftu tækifærið og taktu þátt í Dans, dans, dans. Síðustu 2 ár hefur Orkuvernd tryggt að eldsneytisverðið samkvæmt bensínverð.is er alltaf lægst hjá Orkunni og við erum að hugsa að halda því bara áfram. Er ekki bara stemming fyrir því? Orkan. Það er engin ástæða til að vera kindarlegur þó þú sett að versla á netinu. Ég mæli samt ekki með því að kaupa ferskvöru frá útlöndum. Bróður minn keypti rauða skrautfiska frá Tælandi og já, þeir voru ekki rauðir þegar hann fékk það á tollinum. En þeir kostuðu ekkert svo mikið. Mastercard Fékort er nýtt fyrirframgreitt greiðslukort sem tryggir þér örugg viðskipti á netinu. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sæktu Fékort á kreditkort.is. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílaplendur. Þitt fyrirtæki að nýta getu sína til fulls. Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðtöl ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Piero Indeflander, einn eftirsóttasti fyrirlesari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu stefnumótunar og árangurstjórnun. Skráning er hafin á capacent.is. FM 95 blöð á FM 95